Við heitum Rebekka Líf, Þorbjörn Jóhann og Yrsa Þöll. Við ákváðum að taka fyrir greinina Hérna er heimalestur, núna eigið þið bara að sinna þessu. Reynsla foreldra af heimalestri. Eftir Önnu Kristínu Regínu Söderström og Karínu Rut Gísladóttur. Rannsóknarspurningin sem greinin fjallaði var hvernig endurspeglast ólíkar aðstæður fjölskyldna í framkvæmd heimalesturs. Í þessari rannsókn var notuð blönduð aðferðafræði til að meta reynslu foreldra af heimalestur. Það þýddi að bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir voru nýttar. Spurningalisti var útfærður og gögnum safnað úr djúpviðtölum foreldra barna í 1. til 7. bekk. Viðtölin voru tekin upp og greind með þemagreiningu, þar sem leitast var við endurtekin mynstur í svörum ásamt lykilþemu í frásögnum foreldra. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru: rannsóknin leiddi í ljós að margir foreldrar upplifi skort á upplýsingum þegar kemur að heimalestri. Leið og kennarar ásamt skólastjórnendum átta sig á að foreldrar geta upplifað heimalestrakennslu sem aukið álag. Ef upplýsingarnar eru settar á einfaldan hátt, má koma á fót á skynsamlegri nálgunum sem byggja á samvinnu skóla og heimila. Foreldrum fannst eins og þau ættu að vita fyrirfram hvernig heimalestrakennslu sé háttað. Skortur á sveigjanlegum skilaboðum frá skólum, þar sem miðað er við ólíkar heimilisaðstæður. Til þess að útfæra slíkar aðgerðir þarf að þróa skilvirkar leiðbeiningar sem bjóða upp á sveigjanleika fyrir ólíkar heimilisaðstæður. Þetta er hægt að útfæra meðal annars með því að bjóða foreldrum upp á ýmsa valkosti hvernig hægt sé að framkvæma heimalestur heldur en að setja eina óbreytanlega aðferð. Foreldrum fannst skorta stuðning í heimalestri frá skólum. Í rannsókninni kom fram að þegar foreldrar upplifðu stuðning frá skólum með skýrum upplýsingum á heimalestri kom í ljós að foreldrar fundu fyrir aukinni tengingu við börnin sín. Margir foreldrar voru óánægðir með það lesefni sem skólarnir útveguðu. Þetta er hægt að útfæra meðal annars með því að bjóða foreldrum upp á ýmsa valkosti hvernig sé hægt að framkvæma heimalestur heldur en að setja eina óbreytanlega aðferð. Þvingað og formfast fyrirkomulag heimalesturs getur minnkað lestraráhuga barna. Mat á rannsókninni og niðurstöðum hennar. Rannsóknin varpar ljósi á mikilvægt sjónarhorn foreldra þegar kemur að heimalestri barna. Rannsóknin bendir á brýna þörf fyrir sveigjanlegri fyrirkomulagi þar sem tekið er mið af ólíkum fjölskylduaðstæðna ásamt meiri stuðning frá kennurum. Með þessu er hægt að stuðla að auknum réttindum ásamt bættum árangri í lestrarfærni barna. Í ljósi rannsóknarinnar má draga ályktun að árangur heimalesturs sé ekki eingöngu háður börnum, heldur einnig þeirra aðstæðna sem þau lifa við ásamt þeim stuðningi og upplýsingaflæðis skóla til foreldra. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því mikilvægur fyrir þá einstaklinga sem vinna að bættu skólastarfi þar sem niðurstöður benda til samþættingu kennsluaðferða sem taka mið á ólíkum heimilisaðstæðum til þess að sjá jákvæðan árangur í læsi barna.